Komið blessuð og sæl og velkomin til guðsþjónustu hér í streymi frá Lindakirkju að kveldi Pálmasunnudags. Við erum ekki með allan kórinn með okkur eins og við hefðum verið undir venjulegum kringumstæðum en við fáum góða fulltrúa úr kórnum sem syngja með tónlistastjórunum okkar Óskari Einarsinni. En það er Guðrún Birna, Katrín Valdís og Þórdís Sævars sem að sjáum sönginn með okkur í dag, en við skulum hefja þessa stund á því að signa okkur og segja saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Ég les úr fyrra almenna bréfi Péturs, stutt vers úr 5. kafla, þar stendur í 7. versi. Varpið allri áhyggju ykkar á Guð, því að Guð ber umhyggju fyrir ykkur. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Lofstír helgra lífsins fræða, lát mig tigna í sannri trú. Hvert mitt ljóð sé lof og tjáning, lífsins á ég stærstu von. Sé í hverri þraut og þjáning, þyrni kringdan Guðs mín son. Mikli lækni lífsins meina, ljúfi dýr sé þér, vísa mér á veginn eina, vertu ljós í hjarta mér, ljós sem verði, ljós sem nærir, ljós sem sem streymi
Ég les úr Lúkasar guðspjalli, en þar stendur: Þegar Jesú nálgaðist Betfagi og Betaníu við Olíufjallið, sem svo nefnt, sendi hann 2 lærisveina sína og mælti: Farið í þorpið hér framundan. Þegar þið komið þangað, munuð þið finna fola bundinn sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur, hvers vegna leysið þið hann? Þá svarið: Drottinn þarf hans við. Þeir sem sendir fóru og fundu allt vera eins og Jesús hafði sagt þeim. Og þeir leystu folan, sögðu eigendur hans við þá: Hvers vegna leysið þið folan? Þeir svöruðu: Drottinn þarf hans við. Og þeir fóru síðan með hann til Jesú. Þeir lögðu klæði sín á folan og settu Jesú á bak. En þar sem hann fór, breiddu menn klæði sín á veginn. Þegar Jesús var að koma þar að, sem farið ofan af Olíufjallinu, hóf allur flokkur lærisveina hans að lofa Guð, fagnandi hárri raustu fyrir öll þau kraftaverk þeir höfðu séð, og segja: Blessaður sé konungurinn sem kemur í nafni Drottins, friður á himni og dýrð í hæstu hæðum. Nokkrir farisear í mannfjöldanum sögðu við hann: Meistari, hastaðu á lærisveina þína. Hann svaraði: Ég segi ykkur, ef þeir þegja, þá munu steinarnir hrópa. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, og sæl erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Það var fallega sungið og minnir okkur á þann sannleik að Guð okkur nær í hverju sem við erum að taka okkur fyrir hendur. Hvort sem við erum grátandi, þegar við gleðjumst, þegar við syngjum eða biðjum, að þá megum við
trúa því og treysta að Guð er með okkur. Og það var kona sem hér kemur oft í kirkjuna sem sagði einhvern tímann við mig, það sem ég finnst svo dásamlegt við kirkjuárið og að fá að heyra mismunandi texta hvern sunnudag að það er allt lífsins litróf innifalið í textunum. Það eru gleði og sigurstundir, en það eru líka stundir þar sem er mótlæti og í textanum áðan, þar sem Jesús fer á asnanum, þá honum fagnað sem konungi. En stuttu síðar snerist allt við og það er komið mótlætið og lærisveinarnir mistu trúna og svo örstundu eftir það það sigurhátíð kristninnar, páskarnir. Og þannig er lífið sjálft, það er meðbyr og mótbyr. En það er líka sannleikur í því sem að Sigurbjörn Einarsson sagði einu sinni í ljóði: fræ í frosti sefur, fönnin ei grandar því. Drottins vald á vori, vekur það upp á ný. Elska hans gefur öllu líf og skjól. Guðs míns kærleiks kraftur, kom þú og ver mitt skjól. Áhyggjur er eitthvað sem að mörg okkar hafa verið að glíma við undanfarna daga og vikur og ekki af ástæðulausu. En á einum stað í Guðspjöllunum þá talar Jesús við okkur áhyggjur og hann segir að áhyggjur muni ekki auka spönn við aldur okkar. Og við vitum öll að það er mikill sannleikur í því. Áhyggjur eru nefnilega ekki sérstaklega gott veganest inn í framtíðina. Áhyggjur draga úr okkur kjarkinn og mála jafnvel upp í hug okkar enn verri mynd af aðstæðum en raunveruleikinn gefur tilefni til. Fyrirhyggja er hins vegar hjálpleg og kristin trú hvetur til fyrirhyggju. Því að fyrirhyggjan er drifkraftur í að snúa sér að því og breyta því sem er á manns eigin valdi. Æðruleysi og fyrirhyggja er þannig gott mótvægi gegn áhyggjum. Æðruleysið, það færir okkur nefnilega til að einblína á og breyta því sem við getum breytt og sætt okkur við það sem við fáum ekki breytt. Og það hefur verið, og það færir okkur til að snúa að því sem er á okkar valdi. Það hefur verið bent á að við getum þannig ekki stjórnað veðrinu. Og sama hvað við notum mikla orku eða áhyggjur í einmitt það, þá munu vindarnir ekki taka tillit til þess og þeir munu áfram blása í sína átt. Við getum hins vegar sýnt fyrirhyggju og klætt okkur eftir veðri hverju sinni og haldið okkur innandyra í ofsa viðri. Við ráðum heldur ekki hvað ævidagar okkar eru margir, en við ráðum sannarlega hvað við gerum úr hverjum degi sem okkur er falinn. Við getum þannig ekki ráðið í lífinu núna hvort aðrir fara eftir reglunum sem fyrir okkur eru lagðar. En við stjórnum því nákvæmlega hvaða fyrirhyggju við sjálf sýnum gagnvart handþvotti, fjarlægðarviðmiðum og heimsóknum. Það er algjörlega okkar valdi að sýna fyrirhyggju. Við vitum heldur ekki hvað ástandi mun vara lengi, en það er í okkar valdi að hugsa á hverju morgni, takk fyrir þennan dag. Ég get notað hann til að verða fólkinu mín til blessunar og ég get ákveðið í dag að heyra í fólki. Ég get sáð trú, von og kærleika. Við getum heldur ekki ráðið hvernig aðrir bregðast við, hegða sér, hvað kaupa mikið af klósettpapír og hvort það verður klósettpapír skortur. En það er okkar að hafa það í huga, það er á okkar valdi að kjósa að lifa frekar í von en ótta. Að sækja í núið, þakklætið og jafnvel að heyra í fuglunum sem nú eru farnir að syngja þrátt fyrir allt, áhyggjulausir vanda heimsins. Það er í okkar valdi að sjá brumið sem bráðum kemur á greinar trjánna og að sækja minna í fréttamiðla sem ala á ótta fréttum og lesa frekar það sem nærir sálina. Það er nefnilega þannig að kristin trú, hún gefur okkur fullvissu það
að það eitthvað stærra og meira að baki þessu öllu en okkar eigið hjarta. Og þegar maður veit það, þá getur maður varpað áhyggjum sínum til Guðs. Maður þarf ekki að bera allar byrðar lengur sjálfur, maður aldrei einn sama hvað á dynur. Og sem kristinn einstaklingur þá getur maður vaxið í trú og trausti á Guði og samferðamenn og sig sjálfan í þeirri merkingu að maður veit fyrir víst að maður einhvers virði, að maður þess verður að vera elskaður. Á máli trúarinnar maður barn Guðs. Og þetta það sem kristnir menn hafa vitað í gegnum aldirnar, í gegnum erfið stríð og farsóttir. Þá höfum við getað séð og áttað okkur á því að Guð þráir að hvert og eitt okkar sjái þá innri fegur sem býr í okkur. Þú miklu meiri og merkilegri manneskja en þú sjálf getur skilið. Og hversu lítill, aumur eða fótum tróðin þér finnst þú vera, þá ertu alltaf stór og mikill í augum Guðs. Og páskarnir og páskavikan sem framundan minnir okkur á að sorg og þjáning verður á vegi okkar allra. En kristinn einstaklingur hefur auka verkfæri til að vinna á efa og kolsvörtu vonleysi. Maður nefnilega ekki og ekkert okkar að kljást við neitt illt sem ekki á sér andsvar í hinu góða. Maður átt að segja á því að lífið sjálft barátta góðs og ills og við getum verið fullviss að hið góða mun á endanum sigra. Guð hefur loka orðið. Stundum verður vetur veröld hjartans í. Láttu fræ þitt lifa, ljósins Guð í því. Gef oss þitt sumar, sólu þinni frá. Kristur kom og sigra, kom þú og ver oss hjá. Og nú skulum við fá að heyra þennan fallega sálm Sigurbjörns Einarssonar, sunginn af kórfélögum.
Þá er komið að bænastundinni hérna hjá okkur í Lindakirkju. Undir venjulegum kringumstæðum þá býðst kirkjugestum að standa upp og kveikja á kertum hér í kirkjuskipinu sem bænakertum. Sumir skrifa líka niður bænaefni og setja í kassa og það er trúfastur hópur sem biður fyrir þeim. Og við hvetjum ykkur til að gera þetta. Það má alveg sækja sér kerti hvar sem þið eruð að horfa og kveikja á því fyrir því sem þið viljið biðja fyrir. Og eins er líka hægt að senda okkur tölvupóst að Lindakirkja og við getum beðið fyrir þeim bænarefnum sem að okkur berast. En við skulum biðja saman. Guð, við þökkum fyrir og biðjum blessunar þeim sem standa vaktina fyrir okkur hin. Fyrir kennurum í leikskólum, grunnskólum sem dag hvern mæta og hugsa börnin okkar. Fyrir mennta- og háskólum sem leggja ómælda vinnu í að aðlaga námsefni að fjarkennslu. Takk Guð fyrir þau sem vinna þjónustustörf, framleiðslu og verslunarstörf og létta okkur öllum lífið. Hjálpaðu okkur að ganga fram í kurteisi og þökk. Vertu með þeim sem þurfa að standa á afgreiðslukassanum og eru í návígi við marga og bera ef til vill kvíða í brjósti. Vaktu yfir fólkinu sem dvelur á öldrunarheimilum og sjúkrahúsum og fær ekki að sjá ástvini. Gefðu ættingjum og vinum opinn huga hvernig þau geta glatt og hughrist. Komdu til þeirra sem nú syrgja og hafa mist. Þeim sem fylgja fólki til grafar án þess að geta haft öll þau hjá sér sem þau vilja og án þess að geta tekið utan hvort annað. Komdu til þeirra sem mist hafa vinnuna og hafa áhyggjur af framtíðinni. Blessaðu atvinnu vegina okkar. Guð, vertu með þeim sem hlúa að þeim sjúku. Sendu þeim auka kraft og vernd. Komdu með þína ró og frið sem er æðri öllum skilningi til allra þeirra sem hafa undirliggjandi sjúkdóma og eru óttaslegin á erfiðum tímum. Blessaðu okkur sem er að verða uppiskroppa með skapandi hugmyndir hvað megi gera með börnunum í samkomubanninu. Veit okkur innblástur, þolinmæði og kærleika. Guð, opnaðu augu okkar fyrir því sem við höfum þrátt fyrir allt og megum þakka. Hjálpaðu okkur að styðja aðra og vera studd. Hjálpaðu okkur að hugga sem og þiggja huggun. Gef okkur drifkraft til að heyra í fólki, mynda tengsl og standa þetta af okkur í samfélagi við þig og við aðra. Guð, þú þekkir áhyggjur okkar. Og nú viljum við hvert og eitt bera fram það sem okkur hvílir á hjarta til þín í hljóðri bæn. Takk, Jesús, fyrir að þú heyrir bænir. Svo segjum við saman bænina sem þú kendir. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú heila nafni. Amen. Þá þökkum við fyrir stundina, það er að segja heitt talaða orð, en við fáum fallegt lag að lokum sem heitir Ást að veði.
Ljósið mitt má